Klemens Bjarnason var fæddur 1645 og fremur lítið vitað hann og heimili hans og fjölskyldu hans. Ljóst þó að hann var bóndi við Steingrímsfjörðinn þegar galdramáli hófst. Á Galdratúninu á Hólmavík hlýðum við á upplestur Klemens Bjarnason, síðasta Íslendinginn sem var dæmdur til að brenna fyrir galdra. Sigfús Snævar Jónsson, leiklistarnemi, les. Viðburðurinn hluti af hátíðinni Bókavík og í rauninni sá eini sem ekki fer fram í netheimum. Bókavík frábært verkefni sem að ungmenni hérna í bænum bjuggu til 2016 og var haldin svona vika tileinkuð bókmenntum og ljóðlist. Svo hefur Bókavík ekkert verið endurtekin, ekkert af því að það gekk ekki vel, bara nóg annað að vera. En svo núna svona í haust aftur samkomu takmörkun og kannski lítið að vera. Fólki vantaði einhverja gleði og einhverja tilhlökkun, þannig að við ákveðum að endurvekja þessa hátíð. Og þetta sem sagt vika hér á Ströndum, eða Hólmavík, orðaleikurinn Bókavík, sem bara ætluð til þess að efla áhuga á bókmenntum og ljóðlist. Og hvernig það að framkvæma þetta? Hvað gerist? Þetta gerist eiginlega allt, allir viðburðirnir eru á Facebook, af því að við erum ekki að reyna að safna fólki saman núna. Þannig að hver dagur í vikunni svona með sömu grunnatriðunum á hverjum degi. Það kemur nýr fyrripartur inn á Facebook síðu Bókavíkur að daglega, fólk getur botnað hann og það er lestur á barnabók sem heitir Strandanornir eftir Kristínu Helgu Gunnarsdóttur daglega. Það þjóðsaga frá Þjóðfræðistofu Háskóla Íslands á hverjum degi og svo sem sagt einn svona, við kallum það annað mál, eitthvað sem talar ekki íslensku á móðurmáli sem býr hér á svæðinu sem að klukkan 8 á kvöldin að lesa sínu eigin móðurmáli og svo alltaf einn höfundur sem á einhvern hátt eða tengdur ströndum. Bækurnar eru strandir eða höfundarnir frá ströndum eða karakterarnir eða hvað sem sem sagt á kvöldin eru með innlegg. En þetta svona föstupunktarnir og svo alls konar aðrir smá viðburðir í gangi og það líka svona eins og virknibingo, þannig að fyrir hvern dag svona einn hlutur sem að fólk hvatt til að gera. Og það til dæmis, það svona saga á docs-skjali sem að allir eru hvattir til að fara inn í og bæta við, þannig að við skrifum saman sögu. Það verið að hvetja fólk til að skrá sig í bókaklúbba og þá ég svona paraðu saman eftir áhugasviði og svona þeir sem hafa ekki nú þegar parað sig við eitthvað. Hvetja fólk til að setja falleg orð í gluggana sína, skrifa dagbók einn daginn og alls konar svona skemmtilegir bókmenntatengdir hlutir, setja myndir af sér með sína uppáhaldsbók. Viðburðirnir fara fram á Facebook og Ester hefur tekið eftir þáttöku frá ýmsum stöðum. Nú Bókavík ekki einskorðuð við svæðið eins og áður. Allt í einu þessi litli staður nálægt öllum. Það geta allir verið með núna og það þarf enginn að koma á staðinn til að geta tekið þátt í því sem að gerast hérna. Þið gátu samt haldið einn viðburð þar sem að fólk mátti mæta því að svona stóru svæði. Segðu mér aðeins frá þeim viðburði. Já, við vorum nýbúið að vígja hérna styttu á Klemusi og Klemusi runnu nú Rekavið sem að rak á fjörur Steingrímsfjarðar og hann var sem sagt síðasti maðurinn sem var dæmdur til að brenna á báli fyrir galdra en hann var hins vegar ekki brenndur og í gær þá var ungur leiklistanemi héðan sem að las svona frásögnina hann við styttuna og það voru einhverjir sem horfðu en það var sjálfsögðu líka sent út beint á Facebook, beint frá viðburðinum. Fólk fljótt að koma og hjálpa til. Þannig bara ég að koma þessu og það galdrasýningin og þjóðfræðistofa og ungt listafólk á svæðinu og svo bjó Skúli Gautason til þessi ljós og það bara allir bara já ég get gert eitthvað og svo bara verður til eitthvað rosa flott út úr því og fyrirhöfnin sjálfur ekkert mikil á neinum einum. Hér rek ég fé mitt yfir Guðs garða, styrmi ég yfir því stinnum varða, stingi á það sterkum kvarða. Dís heitir móðir, dýrleg móðir, hún vill sína sauði geyma. Úlfur vill bíta og berst líta, klumsa sé úlfur, úlfur sé klumsa, í nafni föður og sonar og anda heilags. Ester ekki vestfirðingur á upplagi. Hún borgarbarn sem flutti út á land til þess að svala forvitni sinni lífið á landsbyggðunum. Mér langaði að pröfa að búta landi. Mér fannst ég bara þurfa einhvern veginn að skilja það. Ég mannfræðingur og þetta var kannski svona pínu rannsókn að af hverju býr fólk út á landi og hvað að frétta þar
og ég skildi þetta ekki, ég er rosa mikið borgarbarn í grunninn, sko, ég bara fór valla út fyrir borgarmörkin. Mér fannst ég bara þurfa að skilja þetta og hélt ég myndi endast örstutt. Þetta væri svona hræðilegt eins og maður hefði pínulítið einhvern veginn tilfinningu fyrirfram í einhver hugmynd. En svo var þetta bara frábært og við erum ennþá hérna. Svo ertu búin að vera hérna í 8 ár? Já. Já. Og hvernig er upplifun? Hver er munurinn? Svona í stuttum máli, ég veit að það er örugglega mikið. Sko, það sem að mér finnst stór munur er, sko, heimurinn minn einhvern veginn á litlum stað, þá stækkar heimurinn. Af því að þegar þú ert á stórum stað þá velur þú bara fólk í kringu þig sem er alveg eins og þú og talar einhvern veginn bara við það. Hérna einhvern veginn breikkar sjóndeildarhringurinn af því að ég er í samskiptum við fullt af fólki sem að ég hefði aldrei hitt kannski.